Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 14. júní, annan sunnudag eftir hvítasunnu, þema dagsins gestaboðið, köllun til Guðs ríkis. Í lexíunni stendur að þekkja hinn heilaga eru hyggindi. Í pistlinu skrifa Páll að Jesús hafi komið og boðað okkur að vera samþegnar og heimamenn Guðs. Og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá Jesús á ferð með lærisveinum sínum. En við skulum byrja stundina að því að signa okkur. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Lúkasi 9. kafla. Nú fullnægist brátt sá tími Jesús skyldi uppnuminn verða. Beindi hann þá augum til Jerúsalem, einráðinn að fara þangað. Og hann lét sendiboða fara á undan sér. Þeir fóru og komu í samverjaþorp nokkurt til að búa honum gistingu. En menn tóku ekki við honum af því að hann var að fara til Jerúsalem. Þegar lærisveinar hans, þeir Jakob og Jóhannes sáu það, sögðu þeir: Drottinn, eigum við að bjóða eldur falli af himni og tortímið þeim. En Jesús sneri sér við og ávítaði þá og sagði: Ekki vitið þið hvaða andi býr í ykkur. Mannssonurinn ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til þess að frelsa. Og þeir fóru í annað þorp. Á leiðinni sagði maður nokkur við Jesú: Ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesús sagði við hann: Refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Við annan sagði hann: Fylg þú mér, og sá mælti: Drottinn, leyf mér að fara fyrst og jarða föður minn. Jesús sagði: Lát hina dauðu jarða sína dauðu, en far þú og boða Guðs ríki. En annar sagði: Ég vil fylgja þér, Drottinn, en leyf mér fyrst að kveðja fólk mitt heima. En Jesús sagði við hann: Enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur hæfur í Guðs ríki. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins gestaboðið, köllun til Guðs ríkis. Jesús vissi að starfstíma hans var að ljúka og nú lá leið hans til Jerúsalem. Hann sendi menn á undan sér til að athuga með gistingu á leiðinni og þeir komu í þorp Samverja. Gyðingar töldu Samverja óhreina og vildu engin samskipti við þá. Svo þessi aldagamla óvild á milli gyðinga og Samverja var til þess að Samverjar neituðu þeim náttstað. Neitunin lýsir því táknrænt að annaðhvort Jesús velkominn eða honum hafnað. Guðspjöllin vitna margoft að enginn hafi verið óhreinn eða óverðugur í augum Jesú. Hann drakk úr ausu samvisku konunnar við brunninn og bauð henni og öllum öðrum eilíft líf. Hann snerti holdsveika og át með jaðarsettum. Hann sýndi að hver lifandi maður dýrmætur í augum Drottins og hann tók höfnun með virðingu fyrir persónulegu vali þess einstaklings. Ríki Guðs verður án landamæra. Það verður fyrir alla sem taka við orði Guðs og orðið með stórum staf og stendur fyrir Jesú. Jesús og lærisveinarnir héldu í annað þorp. Á leiðinni þangað hittir Jesús mann sem vildi fylgja honum hvert sem og svar Jesú virðist frekar flækja hlutina heldur en að einfalda þá. Flestar lifandi verur á þessari jörð eiga sér samastað, en mannssonurinn Jesús á það ekki. Hans ríki ekki af þessum heimi. Þó maðurinn hafi verið ákafur að fylgja Jesú hvert sem hann færi,
þá vissi hann ekki hvað það fól í sér. Jesús sem gat lesið huga mannsins sá ef til vill að maðurinn ætlaði sér einungis að bætast í lærisveinahópinn sem gekk á jörðu. En sá sem vill fylgja Jesú fylgir honum ekki bara eftir á jarðnesku ferðalagi hans, heldur meðtekur nýjan boðskap, tekur sinnaskiptum og þiggur gestaboðið í ríki Guðs. Svo að svar Jesú má túlka þannig: veistu hvað felst í því að fylgja mér? Og í samskiptum Jesú við 2 aðra menn lýst helstu hindrunum eða afsökunum sem menn bera fyrir sig. Annar þeirra vildi jarða föður sinn fyrst og hinn vildi kveðja fjölskyldu sína. Eða það nógu tími, ég geri þetta seinna. Við höfum aðeins daginn í dag til að taka ákvörðun að verða eilíf lifandi sál. Við höfum enga hugmynd eða loforð hvernig morgundagurinn verður. Jesús sagði við annan manninn: enginn sem leggur hönd á plóginn og horfir aftur hæfur í Guðs ríki. Þetta svar felur ekki í sér þá merkingu að snúa baki við fjölskyldunni. Sá sem fylgir Jesú á að horfa fram á við til Guðs ríkis því hann hefur nýtt líf. Sál hans hefur tekið upp nýtt viðhorf, nýja stefnu. Merkingin að vera hæfur fyrir Guðs ríki ekki mat á frelsun sálarinnar, því að við frelsumst af náð fyrir trú. Heldur merkingin að sá sem hefur höndina á plógnum, sá sem tekur þátt í að ryðja brautina með boðun fagnaðarerindisins en horfir aftur. Hann hefur ekki sagt skilið við gamlar kenningar og jafnvel blandar þeim saman við boðskap Krists. Og þá sá hinn sami ekki hæfur til þjónustu við boðun Guðs orðs. Sumir fræðimenn sjá samlíkingu við ferðalög Jesú og brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Og samlíkingin felst í því að til þess að fylgja Jesú þarf að snúa baki við hinu gamla, byrja nýtt líf og loka takmarkið að fara til hinnar nýju Jerúsalemborgar í ríki Guðs. Samverjarnir höfðu hafnað Jesú og þannig það enn í dag. Það taka ekki allir við boðskapnum og þiggja ekki allir gestaboð Guðs. Valið okkar og með okkar eigin vali eru örlög okkar ákveðin. Mennirnir í Guðspjallinu báru fram þrenns konar afsakanir sem allar lýsa því að menn telja sig ekki hafa tíma fyrir Guð. Þessar afsakanir eru efnisleg þægindi, það húsnæði, hafa höfði sínu að halla einhvers staðar, atvinnu sem felur í sér fjárhagslegt öryggi, tekjur, fæðuöryggi og svo fjölskyldu og vini. Sem sagt, að hafa þak yfir höfuðið, í sig og á, eða eins og við lýsum því í einu orði, það lífsbaráttan. Okkur til afsökunar þá tekur lífsbaráttan orku, tíma og athygli og hún sér til þess að þreyta okkur svo Guð á það til að gleymast. En við þurfum aðeins að hlýða kallinu, hlusta. Það fylgir því ekki mikil vinna að sinna Guði. Því að á meðan við dveljum í orði Guðs þá fáum við hvíld. Samanber: komið til mín öll þið sem erfiðið og þunga hlaðin og ég mun veit ykkur hvíld. En það hægara sagt en gert að ætla að lifa í kæruleysi fyrir næsta degi. En Jesús sagði: hafið ekki hugan við það hvað þið eigið að eta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjar heimsins,
en Faðir ykkar veit að þið þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast ykkur að auki. Jesús er ekki að setja út á baráttu okkar fyrir mannsæmandi lífi, heldur biður hann okkur að hafa pláss fyrir sig í okkar daglega lífi. Já, hann bendir okkur á það mikilvægasta sem er að huga fyrst að velferð sálarinnar, síðan hinu veraldlega amstri. Hafðu Guð með þér og hann mun blessa þig ríkulega. Lexían er úr orðskviðunum að óttast Drottinn er upphaf spekinnar og að þekkja hinn heilaga eru hyggindi. Séstu vitur verður vitið þér til góðs, en séstu spottari þá mun það bitna á þér einum. Að óttast Drottinn er orðatiltæki sem við heyrum oft í Biblíunni, en merkingin fyrir að óttast er ekki að vera hræddur, heldur að fyllast lotningu, bera óttablandna virðingu fyrir mikilleik Guðs. En einmitt þá, eftir því sem við lærum að þekkja Guð betur, verður okkur betur ljóst hversu mikill hann er. Augu hins trúaða manns sjá veröldina, guðdóminn og boðskapinn í nýju ljósi. Í pistlinu skrifar Páll að Jesús hafi komið til að boða öllum frið við Guð, bæði þeim sem voru fjarlægir og nálægir. Andi Guðs mun leiða verkið og eftir að við höfum tekið við boðskapnum, verðum við hvorki gestir eða útlendingar í ríki Guðs, heldur samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Páll líkir hverju og einu okkar við stein í byggingu sem postularnir og spámenn Guðs lögðu grunninn að, en þar er Jesús hyrningarsteinninn. Þessi bygging vex og verður að heilögu musteri í Drottni. Já, þemað í dag er gestaboðið eða köllun til Guðs ríkis. En til þess að geta þegið þetta boð, þá þurfum við að sjá og heyra, svo hjartað geti meðtekið boðskapinn. Það er nefnilega hægt að heyra og sjá án þess að nema, skilja og meðtaka. Við erum öll kölluð til Guðs ríkis, en það hafi ekki allir heyrt kallið, því að hjörtun hafi ekki meðtekið boðskapinn. Boðskapurinn er sætur eins og hunang. Hann á að seðja andlegt hungur, byggja okkur upp og gefa lífinu fyllingu. Og þar skiptir máli að hafa traustan grunn, trausta undirstöðu til að byggja á. Því traustari sem undirstaðan er, því betur sjáum við rétta veginn, því betur heyrum við kallið. Og því sterkari verður trúin. Boðskapurinn boðar frið og kærleika fyrir alla menn. Við erum ekki að taka þátt í happdrætti eða lottó, þar sem fáir heppnir fá vinning. Að taka við Jesú er hugarfarsbreyting. Eins og Jesús sagði, takið sinnaskiptum, trúið á Guð, trúið á mig. Gestaboð Guðs kallar okkur til Guðs ríkis og með trúnni á Jesú skráum við okkur á gestalistan. Við eigum frátekið sæti við borð Guðs. Boðskortið finnum við í orði Guðs og svar okkar kemur frá hjartanu. Já, ég trúi og ég mæti. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.